gaman að fá þig heimsókn. Takk. Aftur. Já, gaman að koma. Hefum ekki byrjað á ferðalögunum bara. Tekið eftir að þú ert búin að vera mikið á flakki undanfarið. Er það eftir COVID að maður getur bara unnið hvað sem er og verið í tölvunni og... Já, COVID er náttúrulega frábært að því litinu til, sko, að það er einhvern veginn færiði manni heim sannin það að staðsetningin er ekki aðalatrið heldur hvað maður er að gera. Já. Ekki hvar heldur hvað. Einmitt. Hvernig þegar þú ert að fara, ég sé þú ert búin að vera hérna á Kanaríeyjunum og Grikklandi og þú veist, þegar þú ferð svona út og ert að vinna, ert þú ekki nokkra mánuði í senn eða? Jú, sko, ég hef reynt að vera lengur sem sagt, vera ekki að fara í mjög stuttaferðir og það er ýmsar ástæði fyrir því. Aðalástæðan kannski er svo að þannig finnst mér ég bara ná betri fókus og einbyttingu, að ef ég er að fara kannski í vikuferð og ætla að vera að vinna í kannski 5-6 daga, þá er mikil hætta á að fleiri en 1 og 2 eða 3 dagar fari bara í svona að skoða sig og koma sér fyrir og þú veist hvernig það er, sko. Þannig að ég reyni að fara að lágmarki 2 til 3 vikur og svo náttúrulega í COVID-inu þá urðu þetta nokkru mánuðir í senn. Og ertu þá, þú veist, kemur þér upp rútínu þegar þú ert í svona, þú veist, ert að taka labbutúra, setja svo við skrifin, fara að hreyfa þig með þinn stað sem þú borðar í hádeginu eða hvernig? Nei, mitt, sko. Það ekki? Jú, þetta er það sem er svo gott við þetta. Að mér finnst líka svo spennandi að þegar ég til dæmis er á Spáni að fara svolítið inn í spænska ryþman. Þú veist, vera kannski að vinna svolítið fram á kvöldið eða svona vel fram á eftirmiddaginn, það er svona til klukkan 7 kannski á kvöldin, en taka góða síestu yfir daginn. Já. Ekki til að sofa, en þú veist, til þess að bara anda og vera til og einmitt kannski fara á ströndina í klukkutíma eða surfa, fara á seglbretti eitthvað. En að snúa sér svo aftur að vinnunni í eftirmiddaginn og kannski til sko 7-8, náttúrulega Spánverjar fara mjög seint út að borða. Já, þeir borða bara 9 eða 10. Já, mér finnst það svolítið seint. Sko. Jú, en svona 8-9 er allt í lagi, finnst mér. En seinna, þá finnst mér ég nú bara að vera á fulla melta þegar ég komin í rúmið og það er ekki gott. Nei, nákvæmlega. En þeir eru svolítið þú veist, maður sér oft allavega þegar maður fer í svona eins og þeir eru í Granada og svona það sem maður er alveg á svona hefðbundnu gömlu Spáni, þá svefnrið minn er oft liggur við sko 6 tímar, hef bara að fara að sofa klukkan 2 eða eitthvað og sofið í 6 tíma og svo eru 2 tímar í viðbútt í daginn og þá er bara allt lokað í 3-4 tíma, sko. Já. Mér finnst þetta að vera áhugavert, sko. Ég er ekkit endilega viss um þetta sé að hollasta fyrirkomulagið, sem sagt, þetta sé hollara heldur en það að vinna kannski meira í einni lótu með góðum hádegismat og hætta fyrir, sko. En þetta er spænski ryþminn og mér finnst það svolítið gaman að detta inn í hann þegar ég er á annan borð. Já, bara aðlagast staðnum sem að maður er á. Já, ég valið svolítið staði þar sem ég er útaf fyrir mig mikið, sko, þar sem eru ekki aðrir Íslendingar og ef þeir eru að það sé þá bara mjög fámennt og góðmennt. Og það er svo merkilegt að jafnvel þó maður sé á svona eins og Tenerife með öllu þessu kraðagef Íslendingum sem er þarna á ferðamannasvæðinu Adeje og Los Cristianos og Playa America og þetta, að sko ef maður fer bara 20 mínútur frá inn í annað þorp þá veit maður ekki einu svona af því að það sé einhverjir landar þarna. Nei, mitt, þú færið er þetta ekki alltaf þannig að maður fer inn í landið þá náttúrulega eru bara þetta er bara suðvestur hornið. Þetta er bara, já, þetta er svona 10 kilometra lengja. Mér reiknast til að þetta sé umtöfli svona 8% af eyjunni sem að er þetta túristasvæðið þarna. Það eru allt miklu dýrar af þar og bara ókultiverað í rauninni. Ég ætla bara að segja það eins og það er, sko. Hvað leiti finnst þér ókultiverað? Nei, því þú ert ekki að Spáni, þú getur verið hvar sem er, skilur, þú getur verið bara
hvar sem á einhverju túristasvæði, skilur, það hefur ekkert að gera með Spán, skilur. Nei, mitt. Maður vill ekki hljóma eins og maður sé eitthvað betri en aðrir eða leiðilegur, en ég alveg sammálaðir, sko, það svona þessi hefðbundnu staðir það sem bara gert út á svona ermaði leiðilegur, maður segir breska og þýska bjórtúrista, sko. Já, mér finnst þetta ekki spennandi og ég tala ekki skilur ef ég einhverja vikur á mánuði, þú veist, nei, og það bara líka þannig að sko, kaffi þarna kostar helmingi meira. Það kostar 2 evrur, og menn eins og í þorpinu mínu, þá var það kosta 1 evru. Og skilur, og það bara munar það þegar maður svolítið langan tíma. Já, maður þarf að vera lengi. Já. Þú ert alltaf að gera sanníslega sakamál? Já, ég ennþá í því. Hvernig sko, nú skrifaði ég handritað nokkrum þáttum á sínu tíma og þá kynntist maður í bæði hvað þetta mikið rannsóknarvinna og líka bara einmitt að vera að rifja upp gömul sakamál, að þá þetta oft viðkvæmt, þú veist, bara eins og aðstandendum og annað. Það, þú veist, eins og þegar núna þú ert að gera þá nýja þætti eða þannig, það að upplifa það að það sé jafn mikið eins og var í gömlu þáttunum að maður þurfa að stíga varlega til jarðar og þetta getur verið erfitt og allt þetta. Já, algjörlega, maður verður að gera það, auðvitað, maður verður að sýna svona aðgæslu og nærgætni í þessum samskiptum, sko, en fólk stundur segir við mig, eða spyrir mig, þú veist, hvort að Ísland sé ekki of lítið til þess að gera svona sakamálþætti, en ég held að, sko, Ísland sé of lítið til þess að gera ekki svona sakamálþætti. Af hverju? Vegna þess að þetta auðvitað svona samfélag kjaftasagna og þú veist, fólk situr við eldhúsborðið og býr til sögur og sakamálin sérstaklega hafa náttúrulega oft fengið þannig afgreiðslu hjá landsmönnum að það verða til svona einhverjar hugmyndir og sögusagnir og svo ferða frá einum til annars og allt í einu það orðið einhverju staðrind sem að alls ekki rétt og bara kolránt og ég lít svo á að þessi hlutverk mitt sem sögumanns sakamál það að bara segja satt og rétt frá og tilgreina staðrindir hversu erfiðar sem þær kunna vera en staðrindirnar eru þetta alltaf á endanum auðveldari heldur en lygin eða tilbúningurinn. Nokkur af þessum sakamálum eins og til dæmis eitt sem ég að fjalla núna í næstu seríu, þessari 5. seríu á Storytel, þar til dæmis mál sem að þegar ég byrjaði að skoða það að þá hélt ég að það væri allt öðruvísi vaxið heldur en það raunverulega og það var bara vegna þess að umfjöllunum málið og samtalið getur við sagt í sveitinni gerast á Suðurlandi þannig að sko já, í rauninni var búið að gera hlut annars miklu minni en að raunverulega var og fórnarlambið í umræðunni hafði komið mjög furðulega út þannig að þarna finnst mér líka skipta máli að maður bara vandi til verka og þess vegna lítið svo að Ísland sé of lítið til þess að gera ekki sakamálaþætti. Einhverju af þessum þáttum sem maður er rosalega vinsæli þættir á sínum tíma en samt veit ég að það var eins og þegar Sævar var að leikstýra þessu þegar ég var að skrifa handritina þá var hann að reyna að koma sér á RÚV og þeir voru tregir til að taka við þessu þá var það einmitt að þetta væri viðkvæmt og allt þetta Já. Það samt ekki svolítið skrítið að tala sakamál sérstaklega sem búnir að falla dómar og annað, ég meina þá þetta allt upp á borðum og þetta getur verið erfitt eða verið að rifja eitthvað gamalt upp og svoleiðis en í raun og veru það er ekkit athugavert það að þessi verið að segja frá þessum hlutum. Nei, þetta opinber mál. Ég að segja það. Þú veist, þannig að það getur í sjálfu sér hver sem flettus upp en það það sem fólk gerir ekki en það ekki bara nógu þetta að lesa dóminn og dómana, þeir segja heilmikla sögu en það eru oft svona ýmislegt í kringum málið sem að kannski ratar ekkit beint inn í dómana og alveg þess vert að fjalla og það kannski reynsla og sjónarmið og annað sem að skipta málið þarna líka. Nei, en það þetta með sko að Ísland sé of lítið og eitthvað sé of viðkvæmt til umfjöllunar að
Ég held að þessi tepruskapur dugi ekki, sko. Ég held að við verðum að við getum ekki út af smæðinni ákveðið að það sé einhver allt önnur lögmál sem að gilda hér fjölmiðla umfjöllun heldur en í öðrum löndum. Nei, nákvæmlega. Hvernig hvað hafa verið svona áhugaverðustu málin sem voru búin að vera í þessum nýrri seríum? Já, sko þetta er orðin núna bara hjá Storytel síðustu 3 árin þetta er með þessum sem að koma núna þáttunum 38 þættir. Það að vinna þá miklu hraðar að því þetta er ekki fyrir sjónvarp? Já, það verður að segjast eins og vel. Miklu þægilegri miðill? Já, það leysir margt, sko. En þetta eru sko 38 þættir og þetta eru 30 mál, held ég fari rétt með. Og sko, það er svolítið erfitt fyrir mig að taka einhver svona tiltekin mál út úr, en þó, sko, kannski sem svo í síðustu seríu, þá má kannski segja að mál sko konunar sem að varð dóttur sinni að bana í Vesturbænum og reyndi eða gerði tilraun til þess að svipta son sinn lífi í leiðinni að það er svona kannski það mál sem að hafði mest áhrif á mig. Því ég átti mjög gott samtal við hann, Einar Hildarsson, og það var einmitt í COVID-unu því að þá sitt ég út á Spáni og hann hér og við náðum mjög vel saman og mér fannst myndast mikið traust á milli okkar og bara vinátta þó að við höfum aldrei hist þannig að það var svona það var kannski alveg náttúrulega ofboðslega sárt mál og erfitt mál og erfitt fyrir hann að fara í gegnum, en hann gerir það og gerði það svo vel og hann er búin að vinna svo ótrúlega sterkan hátt úr þessari sáru reynslu það var svona, maður bara fylltist lotningu gagnvart þessum einstaklingi það er svona kannski það sem að kemur efst upp í hugan núna. En þeir eru talað dómsmál, við langaði svolítið að tala við eftir að ég tók viðtal við hana Erlu Bolladóttur Geirfinnsmálið. Það er svona mál sem að einhvern veginn þegar Geirfinnsmálið kemur upp og þá kemur nafnið þitt mjög oft upp því að þú náttúrulega ert búin að vera í raun og gerðir þessa heimildamynd og ert búin að vera svolítið svona bara að, þegar maður segir, rannsaka og fylgja þessu máli eftir öll þessi ár. Hvað gerðist eiginlega í því máli bara svona í stóru myndinu, þú veist, hvað maður á svo erfitt með að skilja þetta? Hvernig það fór svona sem þetta fór? Já, en það er einmitt held ég líka ástæðan fyrir því að við verðum að leyfa okkur að rannsaka, skoða og fjalla sakamál bara ofan í kjölinn og ekki vera hrætt við smæðina í því vegna þess að, sko, ef maður hefði nú hugsað það á sínum tíma að Ísland væru of lítið og viðkvæmt og eitthvað til þess að rifja þetta mál upp og ég hefði aldrei gert það og það hefði aldrei farið fram einhver endurskoðan á því máli og það stæði ennþá eins og það stóð það er svona hugsun sem maður myndi ekki vilja hugsa til enda, en sko það sem að ef maður pakkar því svolítið saman hvað ég held að hafi gerst þarna, það gerist að sko lögreglan og saksóknaraembættið í samstarfi við tollgæsluna á Keflavíkurflugvelli koma upp með ákveðna þeóri, ákveðna hugmynd hvað að veitingamenn, tiltekni veitingamenn í klúbnum séu viðrinnir skipulagða glæpastarfsemi í Íslandi. Það er svona grunninn svo hugmynd sem kemur upp. Síðan hverfur þessi maður í Keflavík og það er einhvern veginn ákveðið að blanda því saman og beina þannig böndum að forsvarsmanni klúbbsins Magnúsi Leópoldssoni og svo Sigurbjörni Eiríkssoni og þetta síðan vefur upp á sig það stóð aldrei til að blanda Erlu Bolladóttur, Sævar Sisielski, Kristjáni Víðar og þeim inn í þetta hvarf á Geirfinni, það reyninni stóð ekki til
þau voru bara í raun og veru ákveðið tæki til þess að ná stóru glæbónunum sem áttu að vera klúbbsmennirnir og svo mafía eins og hún var máluð upp sko. En allt þetta mál maður sko þegar það byrjar eitthvað svona atburðarás og svo á þetta að vera eitthvað neginn, svo þetta eitthvað neginn öðruvísi, svo byrja menn jafnvel að kóa með hver öðrum innan kerfisins. Að þetta mál dæmi það að svo því meira sem þetta vindur upp á sig því erfiðar að verða að snúa við. Það nákvæmlega svoleiðis sem það þetta er saga sem að eiga sér stað sko í rauninni frá 1972 þegar þeir ákvað að ná klúbbnum en eru bara í standandi vandræði með að finna eitthvað ólöglegt á klúbbin og eru stöðugt að reyna að finna eitthvað og þeir ná að loka starfseminum tíma þú veist og er að svifta þá vínveitingaleifinu og það er allt verið að reyna gengur ekki neitt, svo hverfur sem aður í Keflavík og þá allt í einu er opinn tékki á að taka alla þá í yfirheyrslu og setja í gæsluvarðhald og hvað sem þeim datt í hug. Af því að þú veist, það getur gert út af sko, mannskvarfi sem að lítur út fyrir að vera saknæmt, skilurðu. Það er erfiðar að gera það út af grunuðu skattalagabroti, þú veist, og veitingastað. Þannig að og svona vindur þetta upp á sig, sko. Það er ákveðin þeóría og þegar þú ert með ákveðna hugmynd, þú verður fixeraður á ákveðna kenningu, hugmynd og þú ert að reyna að gera allt til þess að leiða að henni að þá sko ertu komin á algjöra villugötur þeir eru hættir að skoða raunverulega hvað gerðist hvað gerðist í tilfelli þessa horfnamanns í Keflavík hvað er raunverulega búið að vera í gangi þarna í þessum klúbbi tengist þessu klúbbur eitthvað þessu manni sem hvarf? Nei, hann fór eitthvað til að skemmta sér þar en tengist ekkit á öðru leiti og hvernig ætlar að búa til eitthvað mál úr því þú getur það ekkit, það verður að vera eitthvað sem tengir þetta saman tengdust krakkarnir eitthvað þessum manni í Keflavík? Nei, það er ekkit sem bendir til þess að það er nokkuð tíman hitt hann þannig að hvað fékk þið til þess að fara út í að gera heimildamynd þetta? Og Erla saði hérna hjá mér að heimildamyndin hefði gjörbreytt öllu. Já, sko ég var náttúrulega bara eins og allir aðrir með þá hugmynd að þetta fólk hlýta að hafa gert eitthvað úr því að það var allt saman dæmt og það játaði líka á tímabili og svona, þú veist, og þetta gat ekki hafa verið svona ótrúlega skringilegt af hálfu lögreglunar og saksóknarans og sakadómsins og allra sem að því máli komu að það væri allt saman tóm vitleysa. En svo bara sá ég á fyrstu sólarhringunum þegar ég byrjaði að skoða gögnin. Þetta stemdi ekki. Að það voru fullt af gögnum sem voru horfin, það stemdi ekki blaðsíður, það sem að mér fannst til dæmis stórfurðulegt í þessu og hefur síðan verið staðfest af sakamálafræðingum eins og til dæmis Gísla Guðjónssoni í London. Að það er engar spurningar og svör í yfirheyslum. Þú veist aldrei hvaða spurningar er að baki þessum yfirheyslum og yfirheyslu skýrslum. Þú ert bara með einhver svona samantekt og svo sérðu þegar þú sérð ekki hvað yfirheyslan tekur langan tíma, svo kíkir maður í fangelsisdagbókina, þá segir maður hún er búin að taka kannski 6 klukkutíma og það er bara, þú veist, hálf A4 blaðsíða. Hvað er búið að gerast á svona 6 klukkutíma? Já. Það veist ekki, sko. Svona var þetta allt saman og þá náttúrulega áttar maður sig á því að þetta var miklu verra heldur en hægt er að kalla mistök. Hvað ætla að sé mikið, maður hugsa þetta er kannski ekki alveg mála þessari stærðagráðu, en hvað ætla að sé mikið af málum? Það er kannski það sem er svona mikilvægt að fylgja svona málum eftir, mikið af málum þar sem að eru kannski einhver sambærileg mistök búin að eiga sér stað eða sambærileg hlutir en málið hefur ekki náð sömu athygli eða hæðum í fjölmiðlum að því maður hugsar þú veist svona er ekki einsdæmi í kerfinu myndi ég halda sko. Nei sko ég held allavega fram til 2000 eða fram til þess tíma sem að einhvern veginn menn voru að líta á. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.